Fundur settur í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar þann 10. september 2020 og þetta fundur númer 277. Mætt eru ég, Ásgrímur Ingólfsson, einnig Ásgerður Kristín Gylfadóttir, Björgvin Óskar Sigurjónsson, Kristján Sigurður Guðnason, Bryndís Hólmarsdóttir og Sæmundur Helgason. Einnig bæjarstjórinn Matthildur Ásmundardóttir og starfsmaður fundarins Bryndís Bjarnason. Fyrir fundinum liggja 14 mál, þar af 3 fundargerðir bæjarráðs og 1 fundargerð bæjarstjórnar til kynningar. Síðan skýrsla bæjarstjórnar. Og þá hefjum við leikinn og orðið laust bæjarráð 956. Hverju sem vilja taka til máls undir þeirri fundargerð, bæjarráð 956. Það enginn sem óskar eftir því. Þeir sem þá henni samþykki gjöra svo réttarbönd. Hún samþykkt samhljóða. Annað mál á dagskrá bæjarráð 957. Orðið laust fundargerð bæjarráðs 957. Þeir sem vilja Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, langar aðeins að tala þarna til 11 aðgerðir til viðspyrnu fyrir íslenskt atvinnulíf. Það nú liður sem við erum búin að vera með á dagskrá meira og minna síðan í vetur eftir að COVID bankaði upp á hér á Íslandi og tengist einnig þetta mál, það sem ég ætla að segja hérna, atvinnu- og menningarmálanefnd, þá lið 2 sem markas- og kynningarmál í sveitarfélaginu. En það allavega þannig að í sumar var það ágætistími hér í júlí og það var mikið bara grettistak, held ég bara sett af stað í því að kynna sveitarfélagið og halda okkur inn á þeim miðlum sem voru í gangi, að draga til okkar gesti og annað slíkt. Veturinn, seinni part vetrar, var erfiður fyrir rekstraraðila hérna í sveitarfélaginu og má ætla að veturinn framundan geti orðið þungur. Allavega miðað við það hvernig fréttir eru af löndunum í kringum okkur, þannig sem að ferðamennirnir okkar að koma, að það allavega ekki góða fréttir þaðan þó að við virðist vera sem að Ísland hafi svona náð ágætis tökum á þessari bylgju sem í gangi núna í COVID, að þá allavega þó að landamæri myndi opnast hér, að þá það ekki fýsilegt eða ekki mjög líklegt að það komi mikið af ferðamönnum svona á næstu mánuðum. Þannig að það alveg má búast í því að það verði erfiðleikar framundan og þá náttúrulega mun bærinn með öðrum aðilum reyna að gera sitt hvað hann getur til þess að styðja við ferðaþjónustuna og aðrar atvinnugreinar sem að munu eiga undir högg að sækja. Það stendur til að það verði ráðstefna ferðaþjónustuna hérna hjá okkur í október, það verður að tala og við viljum endilega heyra í aðilum í ferðaþjónustunni og þeim sem í rauninni bara þessi faraldur að höggva mest á. Þannig að það kannski eitthvað sem við erum að missa af og við viljum reyna að vera vakandi og allavega það þetta ekki margt svo sem kannski sem að sveitarfélagi getur gert til þess að grípa inn í. En við getum verið málpípa aðila hér í sveitarfélaginu gagnvart ríkisvaldinu og getum hjálpa til við að benda kannski á ýmsar leiðir eða að greiða leið upplýsinga áfram. Í sumar var náttúrulega mikið átak þar sem að námsmenn voru í störfum hjá sveitarfélaginu og gekk bara ljómandi vel. Við vitum ekki hvernig, eins og ég segi, veturinn verður, hvort að við náum því að skapa störf fyrir atvinnulausa eða fyrir námsmenn næsta sumar eða hvað framtíðin ber í skauti sér. En allavega erum við reynslunni ríkari að hvernig svona átaksverkefni geta farið af stað og hvernig við getum gert enn betur heldur en gert var í sumar. Þó að bara segja það að það var mjög flott margt sem var gert og gott að geta fengið alla þessa nema í störf hjá sveitarfélaginu og farið í ýmis átaksverkefni. En við lærum af því og getum nýtt þá reynslu til áframhaldandi verka. En sveitarfélagið allavega tilbúið og við munum vera tilbúin til að standa við bakið á því sem við getum og við fengum þarna pening frá
ríkinu vegna þessa hrauns 18 milljónir og það er verið að vinna úr því hvernig þær verða nýttar og svo fylgistu með og verðum vakandi á vaktinni áfram. Þakka þér fyrir þetta, Ásgerður. Eins og glöggir áhorfendur trúlega heyrðu þá taldi ég einungis upp 6 nöfn hér þegar við hófum leikinn. 7. maðurinn er mættur í svæðið og býði Jón Áka Bjarnason velkominn í bæjarstjórn. En orðið er enn laust 957. Sæmundur, gjörðu svo vel. Forseti, góði fundamenn. Mér langar fyrst til þess að spyrja bæjarstjóra stöðuna og útboði vegna byggingu hjúkrunarheimilis sem þetta málefni fundarins. Er eitthvað að frétta í því máli? Samkvæmt þessum upplýsingum sem ég hef þá hefur hönnunarvinna tafist og áhaldið að kostnaðaráætlun standist og ég er bara forvitin að vita hvað máli stendur og auðvitað eins og við öll orðin óþreyjufullur og vil endilega sjá að þessi framkvæmd ríkisins með okkar þátttöku fara af stað. Annað mál langar mig að tala það er mál sem að Ásgerður var að tala hér áðan og er þá fyrsta mál hjá atvinnu- og menningarmálanefnd sem var staða á atvinnumarkaði í sveitarfélaginu Hornafirði og kemur inn á, eins og ég nefni, er það sem Ásgerður var að tala En í bókun atvinnu- og menningarmálanefndar segir það er þó ljóst að mikil óvissa ríkir á atvinnumarkaði innan sveitarfélagsins Hornafjarðar, sérstaklega í ferðaþjónustu sem er ein stærsta atvinnugreininni hér í sveitarfélaginu. Hefur atvinnu- og menningarmálanefnd áhyggjur af stöðu mála og mun fylgjast grannt með þróun atvinnumála í sveitarfélaginu. Og ég tek undir þessar áhyggjur atvinnu- og menningarmálanefndar og undir þessum lið fundarins lágu fyrir gögn meðal annars skýrsla sem nefnist einkennandi þættir líffræðilega þróunar og atvinnulífs sem var unnin af samráðsteymi sveitarfélaga vegna efnahagsáhrifa COVID-19 og þar kemur fram að í okkar byggðarlagi og í byggðarlögum þar sem að ferðaþjónusta er stór þáttur í atvinnulífi að hér er stór hópur af ungum erlendum ríkisborgurum sem vinnur aðallega við ferðaþjónustu og er á mikilli hreyfingu og þetta hefur þannig breytt allir tölfræðilegri ásýnd á lýðfræðilega þróun sveitarfélagsins eins og stendur í þessari skýrslu. Og svo lægð og kreppa sem COVID hefur leitt af sér gefur tilefni til að óttast mikinn brottflutning erlendra íbúa frá þessum sveitarfélögum eins og sveitarfélaginu okkar ef atvinnuástand versnar eða batnar ekki, svo ég vitni í skýrsluna, þar sem hreyfanleikinn er til staðar. Og þetta eru afar athyglisverðar upplýsingar og vekja manni ugg í brjósti og ég vona svo sannarlega að þær aðgerðir sem stjórnvöld og við sem samfélag stöndum fyrir geti orðið til þess að halda því góða fólki hjá okkur sem hér er. Við erum miklu ríkara samfélag að hafa þennan mannauð hjá okkur en vera án þeirra. Ég ætla að fá að vitna í samtal sem ég átti fyrir sumar við starfsmann Nýheima það sem vann þá stundina skýrslugerð og rannsókn sem tekið voru viðtöl sérstaklega við þennan hóp, það er að segja unga erlenda starfsmenn í ferðaþjónustu. Ég hef ekkert séð þessa skýrslu ennþá og bíð eftir að sjá niðurstöður þær, en nálgunin hjá skýrsluhöfundi var áhugaverð og beinir einmitt sjónum að stöðu þessa hóps, ungum erlendum ríkisborgurum, sem eru samt íbúar hér og teljast í öllum hagtölum sem hotfirringar eins og við öll. Og vonandi verður þessi skýrsla birt sem fyrst og verður þá vænt ég til umfjöllunar hjá atvinnu- og ferðamálanefnd, hjá bæjarráði og jafnvel fleiri nefndum. Og að lokum þá vil ég fagna erindi frá ungmennafélagi Sindra, þessi farið fram á að skoða verið að lengja opnunartíma íþróttahús. Sérstaklega bent á lengri opnun helgar. Og ég hef lengi verið þeirrar skoðunar að þetta er langsamlega hagkvæmasta leiðin til að koma fljótt og vel til móts við þær mörgu raddir sem tala fyrir og vilja byggt verið nýtt íþróttahús hér á Höfn. Mér hefur lengi fundist að liggja augum uppi að það verður að reyna betur á þanþolið í núverandi íþróttamannvirki sem ekki er gert þegar húsið er lokað á sunnudögum. Ég teki þessari beiðni fagnandi og sá tilkostnaði sem að þessu hlýst, aukin mönnun og aukin þrif og annað sem mætti vera, það hljóta að vera smáaurar í samanburði við þá aurar sem fólk hlýtur að sjá að nýtt hús mun kosta og tilstendur að byggja ef áformum það ná einhvern tímann fram.
Þakka þér fyrir þetta, Sæmundur. Það liggur hér í loftinu spurning til bæjarstjóra en við skulum gefa orðið laust áður en hún svarar ef einhverjir sem vilja tjá sig meira en 957. Gjörðu svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar. Ég get svarað Sæmundi með það að útboð á bygging nýs hjúkrunarheimilis hefur jú tafist og það vegna þess að kostnaðaráætlun hönnuða ekki í samræmi við það sem var gert ráð fyrir í upphafi framkvæmdar og það unnið að því að kortleggja hvar frávikin eru og síðan þá fá samþykkta kostnaðaráætlun hjá Framkvæmdasýslu ríkisins eftir að þeirri greiningarvinnu lýkur. Það upplýsingar sem ég fékk í þessari viku. Þannig að vonandi bara lýkur því hið fyrsta og ég fari fram á að þessi vinna fari hratt og vel fyrir sig. Takk fyrir þetta, Matthildur. Eru fleiri sem vilja tjá sig þá 957? Það Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Er eitt sem að Sæmundur kom inn á, það var varðandi opnunartíma í íþróttahúsi og það var sem sagt á þessum fundi og svo fundinum á eftir, held ég að það allavega tekið eftir og þessi ósk kemur fram og það sem sagt farið að reikna út hvað kostnaði annað slíkt og ég tek alveg undir með Sæmundi að ég meina þetta mannvirki sem að er til staðar og bara að gera að nýta. Við erum heilsueflandi samfélag og hér bara viljum við að fólk sé að spregla og það bara endilega að nýta það og enda var, þó ég hef nú ekki verið á þeim bæjarráðsfundi, þá veit ég að það var tekið vel í þessa málaleitan og það bara verið að vinna að lausnum hvernig þetta verður gert og ef að það kemur til þess að það verði kostnaðarauki sem ekki þetta mætin að ramma þá kemur það inn til okkar aftur en annars bara gert ráð fyrir þessu held ég í bara framhaldandi vinnu. Þannig að svona bara til þess að botna þá að það liggi ekki bara í svona einhverju tómi að þá allavega var tekið vel í þetta. Takk fyrir þetta, Ásgerður. Fleiri sem vilja tjá sig 957? Bæjarráð. Það ekki þeir sem það henni samþykki, gjörðu svo réttu pönt. Það samþykkt samhljóða. Þriðja mál á dagskrá bæjarráð 958. Orðið laust þá fundargerð. Einhverjir sem vilja tjá sig í þeirri þá fundargerð? Það enginn sem gefur merki það. Þeir sem þá henni samþykki, gjörðu svo réttu pönt. Það samþykkt samhljóða. Fjórða mál á dagskrá hér fundargerð bæjarstjórnar 276. Hún hérna lögð fram til kynningar. Einhverjir sem vilja ræða þá fundargerð? Það ekki. Fimmta mál á dagskrá flugvellir á Suðurlandi. Matthildur, gjörðu svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar. Við vorum með þetta mál til umfjöllunar hjá bæjarráði númer 958 og vildum taka aðeins umræðu flugvellina hér á Suðurlandi, það sem liggur á milli Hornafjarðarflugvallar og næsta flugvallar sem hér vestan við okkur sem á Bakka, við Landeyjahöfn. Undanfarin ár hafa orðið fjölmörg bílslys og við vorum sannarlega minnt á það núna nýverið þegar ungir drengir á vegum ungmennafélagsins Sindra lentu í óhappi í ferð sinni, keppnisferð þar sem þeir fóru út af veginum. Þannig að mér finnst ástæða til þess að við ræðum það hér og að bæjarstjórn sendi frá sér ályktun varðandi málið. Og ég ætla að fá að leyfa forseta til þess að lesa upp tillögur og ályktun fyrir bæjarstjórn hér. Undanfarin ár hafa orðið alvarleg slys í sveitarfélaginu á Hornafirði og Skaftárhreppi samhliða auknum ferðamannastraumi. Fjöldi ferðamanna sem heimsækja til að mynda Skaftafell og Jökulsárlón 850.000 árið 2019. Nýlega fór smáródót af veginum á Skeiðarársandi með unglingsstrákum á vegum ungmennafélagsins Sindra sem betur fer slösuðust þeir minna en á horfðist og eru drengirnir á batavegi.
Að slysinu komu fjölmargir viðbragðsaðilar og heilbrigðisstarfsfólk og voru drengirnir allir fluttir á Landspítalann til aðhlynningar með þyrlu en sjúkravél gat ekki lent í Öræfum þar sem vellirnir þar er ekki með bundnu slitlagi. Í Öræfum eru 2 flugvellir í Skaftafelli og á Fagurhólsmýri. Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar leggur áherslu á að tryggja þarf öryggi á svæðinu með viðunandi hætti og beinir því til alþingismanna, ráðherra, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins og Isavia að láta meta kostnað þess að byggja upp aðra hvora flugbrautin í Öræfum og jafnframt leggja mat á hvor þeirra henti betur til lendinga að teknu tilliti til öryggissjónarmiða. Það er nauðsynlegt að hafa flugvöll sem getur þjónað neyðar- og sjúkraþjónustu á þessu fjölsótta og víðfeðma landsvæði. Að auki langar mig til þess að bæta við hér bókun þar sem að bæjarstjórn þakkar öllum þeim sem koma að björgun drengjana og senda þeim jafnframt batakveðjur. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Orðið er laust bæði þessa ályktun, þessa bókun og þetta mál. Flugvellir á Suðurlandi. Er einhverjir sem vilja tjá sig þetta? Það er ekki. Fyrirgefðu, Ásgerðu mig, gjörðu svo vel. Forseti að geta bæjarfulltrúa, mér finnst nú ómögulegt annað heldur en að taka undir ályktunina og bara við erum búin að vinna þetta saman og þetta er bara akkurat mál sem að í rauninni þarf að minna á. Það eru langa vegalengdir hér og það getur skipt miklu máli að koma fólki af vettvangi án þess að þurfa að keyra í 20–100 kílómetra leið og oft þyrla getur verið lengi á leiðinni, lengur heldur en flugvél, þannig að þetta er mjög mikið bara öryggisatriði og það er náttúrulega bara grátlegt að vera með 2 flugvelli þarna í Öræfunum og að hvoru hann sé hægt að nýta. Það allavega hefur auðvitað verið lent á öðrum vélum eins og Fagurhólsmýris flugvellinum ekkert svo langt síðan en það sjúkravélin er of viðkvæm til þess að lenda á svona malarundirlagi. Þannig að þetta er bara mikið öryggisatriði fyrir bara okkur öll landsmenn sem erum á ferðinni sveitir landsins og ansi margir sem heimsækja okkur. Þannig að þetta sé bara mjög fín ályktun hjá okkur sem þurfa að koma af stað til allra þessara aðila og við munum náttúrulega bara halda áfram með í okkar samtölum við þá sem einhverju ráða í þessu landi. Þakka þér fyrir þetta, Ásgerður. Orðið er laust þetta. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Ég tek heils hugar undir þessa bókun sem Matthildur leggur til og orð Ásgerðar varðandi málið og svo sem lítið við þau að bæta. Er að ræða mikilvægt öryggismál á svæðinu og hefur mikil jákvæð áhrif á viðbragðstíma viðbragðsaðila í slysum og fjölgar möguleikum varðandi sjúkraflutninga af þessu fjölsótta svæði. Og þetta er ekki síst mikilvægt meðan vegir á stórum hluta þessa svæðis ná ekki fullri breidd miðað við þá staðla og kröfur sem gerðar eru til vega nú til dags og fjölda þeirra einbreiðu brúa sem eru í sýslunni. Og jafnvel þótt að betrumbætur verða á vegunum er þetta nauðsynleg þróun til að tryggja öryggi á svæðinu til framtíðar. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Björgvin. Það eru fleiri sem vilja tjá sig þessum lið. Það er ekki, og þeir sem eru þá samþykkir að gera þessa ályktun bæjarstjórnar vilja gera svo vel rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og svo bókun sem Matthildur talaði þakkir til þeirra sem aðstöðu við þetta slys. Hún verður þær til bókar bara. 7. mál á dagskrá. Fjarfundir bæjarstjórnar, nefnda og ráða stjórna. Hér er bæjarstjórn að búa sér til smá pláss ef allt fer á versta veg, sem við vonum náttúrulega verði ekki.
Ég legg til að bæjarstjórn samþykki á fundi bæjarstjórnar, bæjarráðs og nefndir sveitarfélagsins verði nýttur fjarfundabúnaður ef að nauðsyn ber til. Fundagerðir verði staðfestari gegnum tölvupóst á eftir fundi. Gildir þessi ákvörðun afturvirkt frá og með 25. ágúst til 10. nóvember. Samkvæmt ákvörðun samgöngu og sveitarstjórnarráðherra. Við samþykktum samskonar ályktun fyrir vor, en það útrunnið, þannig það svo bara verið endun í þetta. Þeir sem þessu samþykki gjöru svo rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Erindisbréf ungmennaráðs, 7. mál á dagskrá. Helstu breytingar á erindisbréfinu framkvæmt kosning á ungmennaráð verða framvegis ungmennaþing verður annað hvert ár en boða til kosninga með öðrum hætti þegar ár sem ekki verða haldin ungmennaþing. Orðið laust þetta erindisbréf og þetta mál ef ykkur vilja tjá sig það. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara fagna því að ungmennaráð hafi tekið erindisbréfið og svona komið með sína á það, breyti þarna þessum kosningunum. Þau eru mjög það að gera þetta mjög lýðræðislega og nota fjölbreyttar aðferðir. Og einnig var í erindisbréfinu, sem kemur nú ekki fram þarna, að það væri fundir með bæjarráði og fræðslu- og tómstundanefnd, ákveðið margir fundir og þau lögðu mat á það hvað væri raunhæft að gera og hvernig þeirra skipulag myndi passa best og koma með tillögu sem að bara verður lögð þá fyrir í þessu erindisbréfi og ég legg til að við bara samþykkjum þetta eins og Ásgrímur Ásmundur hann leggur til. Þannig að við bara gerum það sem að ungmennaráð leggur fyrir okkur og bara þakka þeim fyrir að hafa svona góða vinnu í því að og áhrif á sín mál. Þakka þér fyrir þetta, Ásgerður. Orðið laust erindisbréf ungmennaráðs og þær breytingar og allt erindisbréfið auðvitað. Einhverjir sem vilja tjá sig þetta mál? Það ekki. Þeir sem því þá samþykkir, gjöru svo rétt upp hönd. 8. mál á dagskrá aðalskipulagsbreyting þjóðvegur 1 í Öræfum. Umhverfis- og skipulagsnefnd óskar eftir því að hefja vinnu við breytingar á aðalskipulagi í Öræfum fyrir breytingum á veglínu þjóðvegar 1. Orðið laust þetta mál. Sæmundur, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn, á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar þá ræddum við þetta mál og undir voru gögn sem að ríma við vegáætlun vegagerðarinnar. Ég sakna þess og ræddi það á fundinum og vil ræða það, eða sem sagt tala það hér, að ég hefði alveg séð fyrir mér að við værum að skoða þetta á fleiri stöðum en bara í Öræfum. Við höfum nýlega tekið fyrir erindi þess breytta veglínu í Suðursveit, sömuleiðis í þjóðvegi í þéttbýli. Hefði sjálfur kosið að við værum að skoða þetta mál í þá stærra samhengi ef við erum að gera aðalskipulagsbreytingu á annað borð. En ég fagna því að þetta sé að fara af stað og bara vona að við getum séð framkvæmdir sem fyrst eins og alltaf þegar góð mál komast á rekspöl. Þakka þér fyrir þetta, Sæmundur. Orðið laust 8. mál þjóðvegur 1 í Öræfum. Jón Áki, gjörðu svo vel. Forseti, fundarmenn, ég fagna því að það sé verið að fara í skoðun á að breyta aðalskipulagi á þjóðvegi 1 í Öræfum og tek undir orð Sæmundar með það að það væri virkilega þörf á því að skoða það á fleiri stöðum því að þetta vinnur alltaf því að stytta vegalengdir
og minnka losun á CO út í andrúmsloftið og auka öryggi á þessari leið. Og ég myndi vilja ganga líka lengra þarna og tala göng undir Lónsheiðina eða skriðurnar, því að það er mjög erfitt og kostnaðarsamt svæði og hefur alltaf haft hættu í för með sér. Og ef ég man rétt, þegar göngin voru gerð hérna síðast, þá hjálpaði það mikið að það var búið að vinna þessa vinnu og þetta var komið inn á aðalskipulag. Það átti að fara að setja veg þarna yfir nýjan. Þannig að ég held að það sé bara mjög gott að þegar vegavinnan og aðrir er að vinna sína vinnu og líkur eru á því að sé hægt að fá peninga í svona verkefni frá ríkinu, að það sé búið að vinna þessa vinnu og menn séu komnir með ákveðnar hugmyndir hvernig þetta fer best fyrir. Takk fyrir. Þakka fyrir þetta, Jón Áki. Allt þörfverk sem hér upp hafa verið talin. Eru fleiri sem vilja tala þjóðveg? Gjörðu svo vel, Matthildur. Já, forseti og fundarmenn. Kannski aðeins að koma inn á af hverju þetta mál er komið inn á dagskrá hér núna. Aðdragandinn er sá að við áttum fund með forstöðumanni vegagerðarinnar á Austurlandi, þar sem var verið að ræða meðal annars samgönguáætlun ríkisins sem samþykkt var núna á vorþinginu, og þar er inn á samgönguáætlun á reyndar öðru eða þriðja tímabili, minnir að þessi þriðja tímabili, framkvæmdir á veglínunni þarna í Öræfum og eins í Lóni, og það eru mál sem að koma til umræðu seinna í umhverfis- og skipulagsnefnd, mögulega bara næst verður tekið óskað eftir því að það hafi verið aðalskipulagsbreyting vegna þjóðvegar 1 í Lóni, en það var tekin ákvörðun hér í upphafi kjörtímabils að taka aðalskipulagið ekki upp í heild sinni, og það má í rauninni hefði verið hægt að bíða með að gera þessar breytingar með að við samgönguáætlun eins og hún lítur út í dag, en það hefði verið tæpt, þannig að það var tekin ákvörðun að fara af stað með þessar breytingar allavega núna, vegna þess að þetta er sjáanlegt á samgönguáætlun. En síðan bendir nú allt til þess að aðalskipulagið verið tekið upp á næsta kjörtímabili með þær forsendur sem eru farnar að breytast í dag. Þannig að í dag vildum við hefja aðalskipulagsbreytingar á þjóðvegi 1 í Öræfum, og svo gerir ég ráð fyrir að Lónið komi inn á næsta fund bæjarstjórnar, og eins munum við senda inn óskum að bara huga framkvæmdum á þjóðvegi þéttbýli til vegagerðarinnar hér fyrsta. Varðandi þá Lónsheiði, ég tek undir með þér, Jón Áki, að það er mikilvægt að horfa í gangnagerð undir Lónsheiði, en ríkisstjórnin mun fara í sérstaka gangnaáætlun eftir að nýjust framkvæmd lýkur á Vestfjörðum. Þannig að við munum láta vel í okkur heyra þegar sú áætlun verður unnin, en hver gangnagerð tekur óheyrilega langa tíma, þannig ég held við höfum alveg ágætist tíma fyrir okkur þar, en það liggur meira á þessum breytingum. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Orðið er laust 8. mál á dagskrá, þjóðvegur 1 í Öræfum. Eru fleiri sem vilja tjá sig það? Það er ekki. Þá legg ég til að bæjarstjórn samþykki hefji vinnu við breytingur á aðalskipulag í Öræfum við þjóðveg 1 vegstytting. Hver sem því samþykki gjörðu svo reistu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 9. mál á dagskrá er breyting á aðalskipulagi Hafnarness. Óskum óverulega breyting á aðalskipulagi í samræmi með umsókn Skipulagsstofnunar fyrir deiluskipulagi Hafnarness. Gert er ráð fyrir að verslun og þjónustusvæði verði stækkað þannig að VFS-svæði rými þá þjónustu sem gert er ráð fyrir og verði 0,3 hektarar. Tillagan felur í sig óverulega breytingu á notkun, nýtingarhlutfalli, útliti og formi svæðisins. Orðið er laust þessa breytingartillögu á aðalskipulagi Hafnarness. Hver sem vilja ræða það? Þá legg ég til að bæjarstjórn samþykki þessa ósk óverulega breytingu á aðalskipulagi sem er umsókn Skipulagsstofnunar. Þeir sem því samþykkir gjörðu svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 10. mál á dagskrá er deiliskipulag Hafnarness.
Breytingar hafa verið gerðar á deiliskipulagstillögunni í samræmi við athugasemdir Skipulagsstofnunar. Byggingarreitir hafa verið afmarkaðir og grein gerð fyrir fjölda bílastæða. Það er að samþykkja þessa deiliskipulag með þessum smávægilegu breytingum. Vil ykkur ræða þessa mál? Deiliskipulag Hafnarness? Það er ekki. Þá legg ég til að bæjarstjórn samþykki deiliskipulagstillöguna að nýju með áorðum breytingum. Þeir sem því samþykkir gjöra svo réttupönd. Það er samþykkt samhljóða. 11. mál á dagskrá. Ásgerður, gjörðu svo vel. Þú varst í þér kaffibann. 11. mál á dagskrá er fyrirspurn til skipulagsstjóra aðalból í Lóni, tækjageymsla. Ásgrímur Ingólfsson víkur af fundi við afgreiðslu þessa máls. En umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til að bæjarstjórn samþykki að fallið verði frá grenndarkynningu vegna byggingar tækjageymslu við aðalból í Lóni, þar sem ekkert deiliskipulag er til á svæðinu og hefur staðsetning hússins engin áhrif á hagsmuni annarra en umsækjanda, samkvæmt 44. grein skipulagslaga. Hér er lagt til að bæjarstjórn samþykki staðsetningu tækjageymslu án deiliskipulags og að fallið verði frá grenndarkynningu. En orðið er laust þetta mál. Það er enginn sem kveður þessu ljós, þannig að þeir sem að samþykkja að staðsetning tækjageymslu verði án deiliskipulags og að fallið verði frá grenndarkynningu, gjörðu svo vel að gefa merki. Og það er samhljóma samþykkt með 6 atkvæðum. Og Ásgrímur má koma á fundi. Tólfta mál á dagskrá. Tilkynningum framkvæmd. 7,6 fermetrar rafstöðuhús í Hestgerði. Erindri frá Orkufjarskiptum þar sem óskað er eftir leyfi til að setja upp nýjar varaaflstöðvar, stækka núverandi stöðvar, tengja við rafstöðvar annarra og setja upp möstur meðal annars við Hestgerði undir Borgarnafjalli. Þeir eru sem sagt óska eftir að fá að gera einhverjar breytingar við Hestgerði út af fjarskiptum. Orðið er laust þetta mál. Það er enginn sem vill tjá sig það. Ég legg til að bæjarstjórn samþykkja heimila byggingu á rafstöð með fyrirvara að landeigandi gefi leyfi fyrir því. Byggingi verður heimiluð án deiliskipulagsgerðar þar sem hún hefur ekki áhrif á hagsmuni annarra og verður því fallið frá grenndarkynningu. Þeir sem eru þessu samþykkir gjöru svo réttupönd. Það er samþykkt samhljóða. 13. mál á dagskrá er umsókn um framkvæmdaleyfi, Lónsheiði. Umsókn á Orkufjarskiptum dagsett 27. ágúst þar sem óskað eftir framkvæmdaleyfi fyrir lagningu ljósleiðara yfir Lónsheiði. Það nú eftir að verða eitthvað ræða. Nei, ég sé. Er eitthvað sem vilja tjá sig þetta mál? Það er ljósleiðaralögn í gegnum yfir Lónsheiði. Þetta er rétt til að komast inn í sveitina félagið. Það er enginn sem vil tjá sig það. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki framkvæmdaleyfi fyrir lagningu ljósleiðara yfir Lónsheiði samkvæmt fyrirliggjandi uppdrætti. Framkvæmdin er í samræmi við aðalskipulag sveitarfélagsins. Ekkert deiliskipulag er til á svæðinu. Ekki þarf að grenndarkynna framkvæmdina. Fyrir liggja samþykki landeigenda og umsagnir frá Vegagerð, Umhverfisstofnun, Fiskistofu og Minjastofnun. Þeir sem eru þessu samþykkir að heimila þessa framkvæmd gjöru svo verið réttupönd. Hún er samþykkt samhljóða. Síðasta mál á dagskrá bæjarstjórnar í dag er skýrsla bæjarstjóra. Matthildur, gjörðu svo vel. Forseti og getur bæjarfulltrúar. Ég ætla hér að fara yfir helstu verkefni sem hafa daga minna drifið undanfarið. Önnur bylgja COVID barst til Hornafjarðar í ágústmánuði. Hér hafa smitast 4 einstaklingar þetta haustið sem varð meðal annars til þess að ég þurfti að fara í sóttkví í rúma viku ásamt nokkrum öðrum. Sem betur fer hafa smitin ekki náð að dreifa sér og enginn þeirra sem fór í sóttkví greinst með veiruna. Það er lærdómsrík reynsla að vera heima innan aðra fjölskyldumeðlimi í sóttkví og það kennir manni hversu margir snertifletir eru í umhverfi hvers manns.
Það er auðvelt að vinna heima og jafnvel friðsælla að mörgu leyti, en það er mikilvægt sem bæjarstjóri að vera í góðu sambandi við íbúana og vera til viðtals. Símtæki var því örlítið heitara en oft áður og vinnuaðstaðan verri. Einbeiting á köflum erfiðari og fjölbreytnin minni. Ég gat þó lifað eðlilegu lífi að mestu, fara út að hlaupa eins og ég er vön, fjarri mannaferðum og ekki með öðrum, borðað með fjölskyldunni í ákveðinni fjarlægð og verið í sambandi gegnum tölvutækni. Við getum verið þakklátt fyrir að þeir einstaklingar sem smituðust voru lítið og það náðist fyrir frekari útbreiðslu. Höldum áfram á sömu braut, pössum upp á sóttvarnir og höfum samband við heilsugæslu ef við finnum fyrir flensueinkennum. Fjármagn ríkisins, það er að segja 18 milljónir króna vegna áhrifa COVID. Sveitarfélagið mun fá 18 milljónir frá Íslenska ríkinu til að koma til móts við neikvæð áhrif COVID-19 á samfélagið. Áhrifin eru greinileg í samfélaginu en til að mynda var atvinnuleysi í sveitarfélaginu 2% í febrúar. Það fór síðan hæst upp í 23% í apríl en var í júlí 8,9% og áætlað atvinnuleysi í ágúst var 8,3%. Atvinnuástand hefur aldrei verið svo slæmt og sýna gögnin að 65% þeirra sem eru á atvinnuleysisskrá eru af erlendum uppruna. Samtök sunnlenskra sveitarfélaga birti nýlega grein í Eystravatni og á vefmiðlum sem unnin var úr ítarlegri greiningu á atvinnulífi á Suðurlandi. Þar var meðal annars fjallað umfang ferðaþjónustunnar í atvinnulífi sveitarfélaga á Suðurlandi og kom fram að árið 2019 starfaði ríflega þriðjungur eða 35,6% vinnandi fólks innan ferðaþjónustunnar hér í sveitarfélaginu Hornafirði og hefur ferðaþjónustustörfum fjölgað 455% á 10 árum eða frá árinu 2009. Þegar skrúað er fyrir straum ferðamanna eins og gerðist í mars til maí hefur það gríðarlega áhrif á atvinnutækifæri. Sumari varð síðan mjög gott þegar Íslendingar fóru á stjá og einnig erlendir ferðamenn en haustið lítur ekki allt of vel út. Nú þegar veiran er farin að breiðast hraðar út, allt í kringum okkur og ferðafrelsi er takmarkað. Nú höfum við skoðað hvernig best er að nýta þessar 18 milljónir en áhersla ríkisins er að þær aðgerðir sem farið verður í skulu hafa að markmiði að skapa betri grundvöll fyrir fjölbreyttara atvinnulíf til lengri tíma og styrkja stoðir og stuðla nýsköpun. Sveitarfélag Hornafirði mun leggja áherslu á þessa málaflokka og er horft til þess að setja af stað átaksverkefni í nýsköpun, stuðla uppbyggingu á aðstöðu sem nýtist fyrir störf án staðsetninga og jafnframt að einblína á íbúa af erlendum uppruna og finna leiðir til að styrkja þá og efla þannig að þeir eigi greiðari aðgang að fjölbreyttari atvinnutækifærum. Það verður unnið að þessu í samráði við ráðgjafa SAS, Byggðastofnun og Íslenska ríkið. Jafnframt erum við í góðu sambandi við fulltrúa í ferðaþjónustunni og vinnum áfram með þeim í að greina ástandið, finna leiðir til að ná að takmarka skaðann með þeim leiðinni sem eru færar bæði á vegum stjórnvalda, sveitarfélagsins og hjá fyrirtækjunum sjálfum. Ég undirbúningi er að halda ráðstefnu fyrir ferðaþjónustuaðila 30. október til að þjappa atvinnugreininni saman og finna leiðir til að takast á við aðstæður í samfélaginu. Sveitarfélagið hefur unnið að gerð stefnumótunar undanfarna mánuði. Sú vinna er langt komin og var meðal annars gerð þjónustukönnun á meðal íbúa í sumar sem við munum kynna betur með greinaskrifum á næstunni. Mig langar þó að tæpa á helstu niðurstöðum hér. Þegar spurt var þjónustu voru 44% ánægðir með þjónustuna, 38% þóttu hún í meðallagi og 18% þóttu þjónustan slök. Þegar íbúa voru spurði hvernig þeim líkaði að búa í sveitarfélaginu, líkaði 78% íbúum það vel, 17% í meðallagi og 5% líkaði það illa. Það er ljóst að íbúar þekkja lítið til heimsmarkmiðanna en 44% þekkja þau lítið eða ekkert. Og helstu málaflokkar sem íbúar vilja leggja áherslu á er í þessari röð þjónusta við íbúa, atvinnumál, íbúalýðræði, sjálfbærni og umhverfismál og skólamál. Einnig fengust fjölmörg svör í skrifuðu máli sem nýtast vel inn í stefnumótunina. Næstu skref er að kynna drög að stefnumótuninni fyrir nefndum sveitarfélagsins og í kjölfari verði stefnan kynnt íbúum til umsagnar. Vonir standa til að ljúka vinnunni í október og þá hefst innleiðing stefnunar. Nýtt skiprit var samþykkt í sumar í bæjarráði og bæjarstjórn. Breytingin felur í sér einföldun á skipuriti og fækkun sviða. Markmiðið er að gera stjórnsýsluna skilvirkari og einfaldari. Nú erum við að hefja innleiðingu á skipuritinu með kynningu fyrir starfsmenn. Flestar stofnanir eru með starfsmannafundi skipulaða nú á næstunni og förum við Sverrir, Mannes og Gæðastjóri inn á alla fundi til að fjalla um skipuritið, jafnlaunavottun, stefnumótunina og fleira.
Viðbrögð hafa verið góð fram til þessa og nú liggur fyrir að teikna upp skipuritið fyrir hvert svið og móta verkferla og verkaskiptingu fyrir hvert þeirra. Jafnframt hef ég fundað með sviðsstjórum þar sem farið yfir þessar breytingar sem önnur mál. Þá er það árshátíðin. Hætt hefur verið við árshátíðina þetta árið af augljósum ástæðum. Tekin var ákvörðun í bæjarráði að nýta fjármagni í þágu starfsfólks. Ákvæðið var að allir starfsmenn fá 10.000 kr. gjafabréf og gjafabréfið verður hægt að nýta til kaupa á veitingum, gistingu eða afþreyingu í sveitarfélaginu Hornafirði. Nánari útfærsla er í vinnslu hjá starfsmönnum. Í gær sendi ég póst á allt starfsfólk þar sem þeim voru færðar þakkir bæjarráðs fyrir þeirra störf í erfiðum aðstæðum sem skapast hafa í kringum COVID-faraldurinn. Starfsfólk er mjög þakklátt og ánægt með gjafabréfið. Og aðeins af framkvæmdum. Framkvæmdur eru nokkurn veginn á áætlun. Verið er að ljúka samningagerð við verktaka vegna endurbóta á Víkurbraut 24 sem mun hýsa starfsemi félagsmálasviðs og heimaþjónustudeildar. Einnig er verið að ljúka samningum við verktaka sem mun taka sér skipti á þaki í Miklagarði og klæðningu á bakhlið hússins. Framkvæmdum er að ljúka í vöruhúsinu en það verður tilbúið næstu mánaðamót. Aðstaðan í vöruhúsinu er því að verða til fyrirmyndar. Framkvæmdir við hreinsivirki hafa staðið yfir allnokkurt skeið og nú sér fyrir endan á þeim. Nú standa yfir prófanir á búnaði hreinsivirkisins og fljótlega verður hægt að vígja það formlega. Vinna við Einholtskletta gengur nokkurn veginn samkvæmt áætlun og í undirbúningi eru framkvæmdir við Hafnabraut en stefnt er að því að bjóða verkið út á næstu vikum. Margir bíða eftir því að framkvæmdir hefjist við byggingu nýs hjúkrunarheimilis eins og er komið inn á hér fyrir á fundunum. Nú er unnið að því að endurskoða kostnaðaráætlanir og greina frávik frá upphaflegum áætlunum. Vonandi verður hægt að hefja framkvæmdir þar nú á allra næstu vikum. Þá er unnið að lagningu ljósleiðara í Nesjum samhliða hitaveitu framkvæmdum Rarik en það verkefni hefur tafist. Jafnframt er unnið að undirbúningu lagningu ljósleiðara í Lóni og líklega fer sú framkvæmd af stað á nýju ári. Fleira var það ekki. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Matthildur. Nú er gert hlé á fundinum með að farið verður við fundagerð.